Komið þið sæl, góðu vinir, og ég þakka ykkur enn einu sinni fyrir að við fáum að hafa þennan þátt í heimilum ykkar eða hvar sem að þið sjáu nú þennan þátt. Hvort sem þau var verið á heimilum eins og ég segi, eða hvort þau verið á sjúkrahúsum eða dvalarstofnunum eða annar staðar, þá hjartalega velkomin. Og hvort sem þau verið að degi til, að morgni til, eða kvöldi til, eða nóttu til, því þessi þáttur sýndur á öllum tímum sólarhringsins oft. En fastir þættir eru á miðvikudögum klukkan 8, laugardögum klukkan 3 og sunnudögum klukkan 7:30 til 7:30. Þetta eru alveg fastir liðir. Svo fyrir utan þetta eru oft þættir ef til vill miðnætti, ef til klukkan 2 á nóttu og stundum á ólíkum tímum. En aftur, verið velkomin í þáttinn. Ég þarf nú ekki að endurteka það sem ég hef gert nokkuð oft tilefni þessar þáttar og hvers vegna við höfum þennan þátt. En það ger ekki til að endurtaka því það möguleiki líka að sé einhverjir nýir sem að horfa á þennan þátt og ég er þakklátur fyrir það og ég vil líka þakka líka fyrir þær bæði símhringingar og þann tölvupóst sem ég hef fengið sem eiginlega ótrúlega mikið á stuttum tíma raun og veru. Síðastliðin 4, 5, 6 mánuði hefur það aukist mjög mikið áhorf á þennan þátt og jafnvel áhorf á Omega yfirleitt. Og það auðvitað þakkarefni fyrir okkur sem eru með þennan þátt, eða þætti. Það þýðir ekki að við séum sammála öllu í Ísrael þó þessi þáttur heiti Ísrael í dag. Nei, það erum við ekki. Og það heldur ekki okkar mat eða áhersla að við eigum að vera sammála eða ósammála því sem að gerast þar. Það náttúrulega þeirra stjórnar sem þar eru að ákveða hvað rétt og rangt sem þeim finnst en ekki okkar. Við eigum ekki að skipta okkur af að mínu áliti mikið stjórnar fari í öðrum löndum eða ríkisstjórnum hvað þeir gera eða gera ekki. En þó komast við ekki hjá því að tala frá persónulegu sjónarmiði og frá þeim sem eru oft í viðtali hér, hvað þeirra álit og hvað þeir hugsa Ísrael, hvað þeir hafa hugsað þegar þeir fóru þangað og já, út frá líka ritningunni. Nú segi ég ritningunni, já, þetta sem við kallum Biblía, sem þýðir bara raun og veru bækur. Biblían eru 66 bækur og hún greind eins og við vitum í Gamla og Nýja testamentið. Ég ger það yfirleitt aldrei að nota orðið Gamla testamentið, ég nota orðið ritningarnar og ég ger það ásettur á því. Og ég kem kannski ef til vill inn á það seinna hvers vegna ég gerir það. Nú hvers vegna Ísrael, svo ég haldi nú þræðinum áfram, það ástæðan fyrir svo meðal annars að fjölmiðlar bæði hér á Íslandi og sjálfsög annars staðar líka, en nú tölum við bara hér á Íslandi, að þeir hafa verið mjög neikvæðir í fréttaflutningi það sem að ske í Ísrael. Við höfum tekið eftir því og það ekkert ósatt, við erum ekki með ósannan áróður hér á sjónvarpsstöðvar eða útvarpsþætti eða dagblöð, en við tökum eftir því og margir Ísraelsvinir hafa tekið eftir þessu. Og þess vegna þessi þáttur meðal annars í loftinu. Þess vegna til að sýna eins og jafnvægi að það til önnur hlið á málinu og jafnvel kannski margar hliðar á málinu. En það sem við viljum leggja áherslu á það meðal annars hvað var að ske Ísrael, hvers vegna heitir það landið Ísrael og svo framvegis og hvað að skeður í dag og hver framtíðin. Framtíðin sjálfsög óljós hjá okkur öllum og enginn okkar veit hvað dagurinn á morgun býður sér. En við höfum þó svona vissa reglu að líta í ritningarnar og út frá þeim getum við svolítið séð hver tilgangurinn með þjóðinni sem að heita gyðingar sem að nema þessa þjóð. Þetta þjóð gyðinga, takið eftir, og þeir fengu þessa þjóð, sjálfstæði þessari þjóð 1948, þó svo aðra þjóðir búið þar einnig og það eru margir aðrir sem búið þar, margir aðra þjóðir sem búið þar. Ég kem líka að því á eftir. En ástæðan svo að við viljum, eins og ég segi, sýna og segja sannleika frá. Og allt sem ég kem til með að segja, það ger ég svo virkilega af samfæringu og eigin reynslu. Þegar ég segi eigin reynslu, það nú það að ég búin að vera meir en 32 ár í Ísrael á hverju einasta ári og stundum 2 ári. Og ég meina það að ég tel mig, án þess að hreykja mér neitt upp, alls ekki, ég tel mig vita nokkuð vel aðstæðurnar í landinu Ísrael, heldur en margir aðrir sem að skrifa Ísrael og ástandið þar. Ég tel mig vita það.
Og það það meðal annars sem ég vil og þessi þáttur að koma fram með. Þetta hinn siðin og hinna hliðina, rétt að sagt. Og núna þegar þessi þáttur tekinu upp, þá málið frekar alvarlegt í Ísrael. Og það vita þeir sem hafa fylgst með fjölmiðlum og blöðum. Það mjög alvarlegt ástand í augnablikinu þar sem verið hefur verið síðustu 63 ár, eða 64 ár bráðum, að það hafa verið þjóðir sem hafa ráðist á Ísrael í gegnum öll þessi ár. 5-6 styrjaldir hafa átt sér stað þar og með það eitt í huga, margar arabíþjóðir, 4, 5 og 6 arabíþjóðir stundum hafa staðið saman að því að ráðast á Ísrael. Ísrael hefur alltaf unnið þetta stríð, þessi stríð. Markmið þeirra ekki að sýna getu sína eða sýna vingjarnlega hönd til friðar. Markmið þeirra að útrýma Ísrael af landakortinu, bókstaflega. Þetta engin áróður sem við erum að segja. Þetta getur lesið í öllum blöðum, fjölmiðlum og erlendum fjölmiðlum og sjónvarpi og víðar. Þetta markmið þeirra. Og núna þetta síðasta sem ég að tala um núna, sem að núna akkurat á þessum dögum, þegar þessi þáttur tekinu upp, ég veit ekki hvernig það verður þegar þið sjáu þennan þátt, að þá ótti dálítið mikill í Ísrael vegna hótana frá Íran að senda kjarnorkusprengju yfir á Ísrael með það í huga að útrýma þeim af landakortinu, útrýma þeim bókstaflega. Nú, gegn þessu það að Ísrael hefur sennilega, ég fullir það ekki, en það mjög trúlegt að þeir hafi líka kjarnorkuvopn. Það segir sagan. Og þá líka hættan, ef við orðum það þannig, ef að þeir byrja, sem að liggur nú eitthvað í loftinu núna akkurat, að þeir gætu ef til vill byrja að senda sprengjur á Íran til þess að forðast því að þeir útrými eða sendi sprengjur yfir á Ísrael. Ég vona ég orði þetta rétt, að þið skilji hvað ég meina. Hvort að þetta sé árás á annar land, ég myndi ekki segja það. Ég myndi segja að þetta til varnar því að hinir geri þetta ekki, en þeir eru staðránir í að gera þetta fyrir eða seinna. Þeir eru staðránir í því og þeir hafa nokkrar arabaþjóðir með sér í þessu máli, til dæmis Sýrlendinga og aðra þjóðir sem að vilja standa með þeim í þessu. Við sem erum svo kallaði kristnir síónistar eða kristnir Ísraelsvinir, við höfum auðvitað vopn líka og nú tala ég til hennar kristnu sem trúa á það sem heitir bænin. Við trúum því að bænin virki og ég trúi því að orðið líka hefur sagt okkur það að við eigum að biðja fyrir Ísrael, við eigum að biðja fyrir Jerúsalem, Jerúsalem friðar. Þetta stendur í Davíðssálmum 122, vers 6 og ég trúi því að við eigum að safnast saman annarkvæmt sem samfélög, einstaklingar að hrópa til Guðs Abraham, Ísaks og Jakobs sem sami Guð okkar og Guð gyðinga og allra þeirra sem trúa á ritningarnar hjálp. Við eigum að gera það. Þó svo segir ritningin, Biblían, hún segir okkur jafnvel að það eftir að vera stríð. Hún segir okkur að það eftir að vera hildarleikur mikill. Segir okkur jafnvel að þjóðirnar eftir að ráðast gegn Jerúsalem. Þjóðirnar, allar þjóðir. Hvað þýðir það? Ég veit það ekki. Svona, ég geti ímyndað mér að hugsa að þetta gæti átt við Esþorn. Það að segja Sameinuðu þjóðirnar, komið saman gegn Ísrael. Þetta allt í framtíðinni. Ég veit auðvitað ekki hvað langt í framtíðinni þetta á sér stað, hvort það núna næstu vikum, næstu mánuðum, næstu árum, við vitum það ekki, en við vitum það á eftir að ske. Ég nú svona punktað svolítið niður í samband við þennan þátt og ég vil nú segja það eins og ég hef átt sagt áður að þeir að punta svona ykkar niður sem eru nokkuð marga síður endar, þá fer ég mjög sjaldan eftir þeim. En þeir eru svolítið góðar svona, þessar síður, svona, þess að ég punta niður til þess að ef ég myndi nú ekki allt inn eftir hvað ég var að tala og það gæti komið fyrir, þá er gott að grípa til þessa. Ég vonið skilji mig. Nú ég verð að segja að þessi þáttur svolítið ólíkur öðrum þáttum, mörgum þáttum orðað þannig að ég ekki með viðmælanda. Og einhvern spurði mér núna rétt áðan hvers vegna ertu ekki með viðmælanda og þá sagði ég svona meiri í gríni því að það er bara til þess að ég komist einhvern tíma að því að þessi viðmælendur mínir þeir taka yfirleitt allan tíma frá mér. Hann hló nú mikið þessi maður sem sagði þetta nú alveg öfugt og þeir komast yfirleitt aldrei að þegar þú ert með í þættinum. Hvernig sé því liður að þá er bæði nokkuð til í þessu beggja sjónarmiða.
Ég allavega einn í þessum þætti og ég vona að þið verði ekki mjög leið á framkoma mín og því sem ég kom til að segja. En eins og ég búin að segja hér áður að ég þakka fyrir þann tölvupóst og símhringingar sem ég hef fengið og mest all, ég myndi að segja 95% allt mjög jákvæðar fréttir sem ég hef fengið vegna þessa þátta. Og ég hef fengið líka eitthvað neikvætt og ég hef fengið spurningar og ég kem með eina spurningu hér á eftir sem einn viðmælandi hringdi áhorfandi hringdi í mig og ég skal svara því. Og þær spurningar sem ég hef fengið í gegnum annarkoð síma eða tölvupóst, ef það eru málefnalega spurningar, ég ekki að tala hatursáróður sem segja þú hefur rangt fyrir sér og ég hefur rétt fyrir mér, alls ekki svo þannig, en ef það eru málefnalega spurningar sem ég til mig vita betur, þá svara ég þeim, líka með tölvupósti eða jafnvel í síma. Við heyrum til dæmis ekki mikið í fréttunum um það sem að ske í Ísrael. Við heyrum ekki í fréttunum allar þær eldflauga árásar sem eiga sér stað frá Gazasvæðinu. Það skotið yfir á Ísrael takið eftir á í nærri því daglega, allavega oft í viku og í þúsundum eldflauga hefur verið skotið núna síðastliðin tveimur mánuðum. Og hvað hefur þetta kostað? Það hefur kostað það að hús hafi verið eyðilögð, byggingar margar og gróðrastöðvar og akur og mest af öllu hefur þetta haft áhrif á saklaus börn. Þau hefur ekki getað fengið að fara í skólan sinn vegna ótta og stundum hefur hópur af fólki, bæði börnum og eldri, verið í loftvarnarbyrgjum í nokkra daga vegna þessara stöðugra árása frá Gaza. Heyrið þið þetta nokkuð tíma í ríkissjónvarpinu eða í öðrum fjölmiðlum? Efast það. En þetta satt. Þið gætu leitað ef þið eru á netinu, leitað á CNN eða BBC eða öðrum fjölmiðlum. Þeir munu segja ykkur frá þessu. En ég veit ekki hvers vegna íslenski fjölmiðlar þegja svolítið yfir þessu. Nú skeður það auðvitað að Ísraelsmenn hafa svarað fyrir þessar árásir. Að mínu áliti ekki nærri oft. Ég kannski á harði núna, en mínu áliti það. Þeir hafa fengið mjög oft tækifæri til þess að hætta þessu og það hefur reynt að hafa friðarsamkomulag við þá, þeir ekki vilja það. Eða jafnvel Hamas-samtökin að segja, við ráðum ekkert við þetta, þetta er ekki á okkar vilja að þeir gera þetta, þessi sem að skjóta. Þeir kalla á islamista og öfgamenn islamista. En ég trúi því ekki að Hamas-samtökin viti ekki af þessu. Ég trúi því persónlega að þeir viti nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Endur að þeir sjálfur sem að óska eftir því að útrýma landinu Ísrael. Hverjir verða mest fyrir þessu? Jú, það eins og segi, það verða börn og saklausir. Þegar að Ísraelsmenn svara aftur, takið nú vel eftir, þá svara þeir yfirleitt alltaf á þá staði sem að sprengjurnar koma frá á Gazasvæðinu. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að bæði þessir hryðjuverkamenn á Gazasvæðinu, hvað sem þeir heita, þeir gera nákvæmlega sama eins og Hizbollah-samtökin í Líbanon gerðu þegar stríð var milli Líbanon og Ísrael. Þeir skutu frá sjúkrahúsum, frá menntastofnunum, frá barnaheimilum og nota oft saklausa og jafnvel börn sem skildi. Þetta staðreynd. Og þegar að Ísraelsmenn hafa skotið tilbaka þá hafa saklausir orðið fyrir og særst og jafnvel mist lífið. Og þetta sorglegt. Ísraelsmenn skjóti ekki til þess að drepa. Það gera aftur á móti hinir á móti. Ég veit eitthvað finnst eftir þetta svolítið svona pólitískt vandamál. Já, það er pólitískt vandamál og þátturinn heitir Ísrael í dag og við erum að tala um Ísrael. Við erum að tala um það sem skeður í þessu landi, Ísrael. Og það ég til ekki rangt hjá okkur að tala svona og segja frá þessu sem okkur finnst. Nú fyrir stuttu síðan þá réðust hryðjuverkasamtök, svo notið það aftur það orð, islamistar frá Negev eyðimörkinni. Þeir réðust inn að Egyptum. Þeir réðust þar og drápu 16 egypska landamæraverði, takk eftir hvað ég segi. Þeir drápu 16 egypska landamæraverði og þeir fóru með 2 bíla fullna af sprengjum ætlaði að fara inn á Ísrael til að skjóta eða sprengja þar kýbús eða samyrkjubú sem þar á rétt við landamærin. Ísraelska varnarliðinu þeir eru mjög sterkir og þeir hafa mjög gott yfirsýn yfir allt sem í kringum landið Ísrael. Þeir fylgdust vel með þessu. Og þeim tókst að sprengja upp þessa ógn þannig að þeim náðu ekki markmiði sínu. En svona þetta að 16 Egyptar
létu lífi vegna þessara hryðjuverkasamtaka. Þessi hryðjuverkasamtök islamistar eru líka múslimar og Egyptar eru að mestu hluta múslimar. Og aftur vil ég endurteka það sem ég hef gert oftast í þessum þáttum og ég alltaf. Ég er ekki að ásaka múslima sem slíka. Múslimar eru margir mjög almennilegir og friðsamir og yndislegt fólk. Ég vinn með þeim í Ísrael og búin að gera það í mörg ár í ferðamannaþjónustunni og öðrum þjónustum. Ég vinn með þeim og hef gott og ég vil búi með þeim í langan tíma. Svo mér er mjög kunnugt það að þeir eru ekkert slæmt, þeir eru ekkert verri en gyðingar, þeir eru ekkert verri en kristnu. Þeir eru bara fólk, en það eru til öfgasamtök milli þeirra í þeim sem eru islamistar sem að drepa jafnvel sína eigin menn. Ég þarf nú ekki að fara nánar út í þetta, þó ég hefi punktað þetta niður hérna. Þið hafi tekið eftir því örugglega síðastlinn misseri eða síðastlinn 1 eða 2 ár jafnvel að ófriður eiga sér stað gífurlega miklir í nágranna löndum Ísraels. Það er ekki langt síðan að Líbanon. Sáum það í sjónvarpinu, hryllilega árásir og blóð flaut á götunum þar. Það var óhugulegt og margir létu lífið í Líbanon og við vitum alveg hvernig það endaði. Við vitum líka árásirnar sem eiga sér stað í Sýrlandi þegar þessi þáttur er upptekinn og það er eiginlega komið að lokum stjórnarinnar í Sýrlandi. Og með þess að Sameinuðu þjóðirnar sögðu það samþykktu það í gær að orsökin þessara ógna í Sýrlandi væri stjórnin að kenna. En auðvitað eru líka uppreisnarmenn, þeir eru líka fullir af hatri og þeir svíðast heldur einskis til að ná svokölluðum rétti sínum. Nú, Egyptaland, það liggur líka í Ísrael, við vitum líka árásir þar og mikil blóðsúthellingar sem hafa átt sér þar, meðan að svokallaðir Brotherhood, bræðrafélagið islamista hafa náð völdunum þar og það er ennþá ófriður þar. Af hverju er ég að segja þetta alls saman? Ég geti nefnt fleiri lönd. Ég geti nefnt til dæmis geti ég nefnt fyrir utan Líbanon geti ég nefnt Líbíu og ég geti nefnt Jemen og Khartoum og ég vil í Suður-Arabíu eru vottu núna uppreisnarmönnum sem vilja ná völdum þar líka. Þannig að óeirðnar eða ólgan í Miðausturlöndum nær, hún er ekki bara í kringum nálægt Ísrael en þeir eru næstum öllum Arabalöndunum. Nú kem ég að dálítið miklum merkilegum punkti. Og það er að í Egyptalandi það er svolítið undarlegt að þessir islamistar, nota þetta orð, þegar þeir komast til valda, eða Brotherhood, bræðralægið, að þá ráðast þeir yfirleitt mjög á hina kristnu. Í Sýrlandi til dæmis, það var ekki sagt að segja Saddam að hann hafi Assad að hann hafi ráðist á hina kristnu. Það voru 120.000 kristnir fyrir nokkrum árum í Sýrlandi og þeir höfðu nokkurn veginn sæmilegt allavega. En eftir ef að þessir islamistar eða múslimar, bókstafstrúa múslimar, kæmust til valda í Sýrlandi, þá eru mjög slæmt ástand fyrir hérna kristnu sem þar eru. Af hverju segi þetta? Af því sannleikurinn sá til dæmis í Egyptalandi, eftir að muslimskir islamistar komast til valda þar núna, þá hafa þeir ráðist á kopta. Kopta, ég veit ekki, ef þið veit ekki hvað koptar eru. Koptar eru þeir sem að tilheyra kirkjudeild sem eru koptar, koptísk kirkja og 250.000 koptar hafa þurft að láta lífið núna bara á stuttum tíma. Kirkjur þeirra eru brendar og það ráðist á þá. Þetta er starrið sér að segja. Írak til dæmis, við nefndi ekki Írak áðan, ég get nefnt það núna. Írak, til dæmis Saddam Hussein, hann ofsótti ekki kristna kirkjur mjög áberandi, alls ekki. En fyrir nokkrum árum voru þar 1,5 milljón kristinamanna í Írak. En í uppreisninni sem þá var, sem er ekkert mjög langt síðan, þá flýður fjölda fólk í landið og margir þeirra sem ekki komast undan voru pyntar og grófast á hátt og þar voru 54 kirkjur brendar. Í dag eru mjög fáir eftir þar og þeir reyna að komast úr landi. Sýrland, ég er búin að tala Sýrland og svo get ég talað til dæmis Líbanon.
Fyrir 50 árum síðan var nokkuð stór hópur kristinna manna í Líbanon. Þar í dag er mikill af þeim hópi flúið land. Sagt er að 50.000 yfirgefa landi á hverju ári ef þau geta. Þeir sem eftir eru óttast hryðjuverkasamtök Hezbollah sem hafa sterk ítök í landinu. Og við vitum hver Hezbollah er. Líbanon er rétt við Ísrael. Við sko bara að því við erum að tala um palestínsk yfirráðasvæði á Gazasvæðinu. Hvað skeður þar? Þar hafa nokkur þúsund kristinamanna hafa flúið til Egyptalands fyrir nokkur síðan. En núna það er erfitt fyrir þá hina kristnu að vera jafnvel þar. Svo þeir eru í mjög miklum erfiðleikum í raun og veru. Á hennum svokallaða Vesturbakka, ég segi alltaf svokallaða Vesturbakka, ég veit að þið hefur tekið eftir því. Það var meðal annars ein af spurningunum sem ég fekk, akkur segir alltaf svokallaða Vesturbakka. Ég geri þetta ásetturáði vegna þess að þetta nafn Vesturbakki er ekkert land. Það er ekki til neitt land sem heitir Vesturbakki. Svoleiðis var að í stríðinu 1948 þá náðu Jórdanir yfirráðanum yfir Palestínu og endur nefndu orðað þannig landið Vesturbakki, þá var þetta við Vesturbakkan við ána Jórdan og þeir héldu þessum svæði í 19 ár. Þeir réðust á Palestínu. Þeir héldu Palestínu í hernámi í 19 ár. Takk eftir því sem ég er að segja. Það var maður daginn sem hitti mig á förnum vegi og sagði mig einmitt þetta að ég hefði sagt þetta í einhverju þætti og þetta fannst honum undarlegt. Hann fór að athuga það og þetta kom alveg í ljós að þetta var satt. Og þetta er auðvitað satt og við viljum ekki segja neitt hér annað en það sem er rétt og satt. En þar á þessum svokallaða Vesturbakka á landsvæði Palestínu eru núna 15.000 kristnir, arabar, sem lifa undir stjórn múslima og hundraðir hafa flúið til Norður- og Suður-Ameríku. Í Betlehem til dæmis, sem mér er mjög kunnugt þar hef ég oft verið og með hjálparstarf þar reyndar rétt hjá Beit Jala. Þar voru kristnir í miklu meiri hluta fyrir bara 8 árum síðan, til 10 árum síðan voru þeir 80-90%. Í dag eru þeir undir 10%. Og að hvað ástæðu haldi það sé? Það er vegna þess að múslimar eru ekkert hrifnir af frjálsum kirkjusamtökum sem eru þar. Hvers vegna er ég nú alltaf að segja þetta í þætti sem heitir Ísrael í dag? Nú skal ég segja ykkur það. Ástæðan er það að þjóðríki gyðinga Ísrael er það eina land í araba heiminum það sem er algjört trúfrelsi. Og þar hafa bæði kristnir og múslimar jöfn réttindi. Ég voni ég segja þetta mjög skýrt að þið skilji hvað ég er að segja. Í Ísrael er hægt að finna næstum allar tegundir af trúabröðum, ef hægt að orða tegundir, og gildir það algjört jafnrétti. Það er ekki oft minnst á það að það eru arabar í þinginu í Ísrael. Hugsa ykkur í Knesset, í þinghúsinu í Ísrael, eru arabar í þinginu. Og í hæstarétti Ísraels, það eru 11 hæstaréttarlögmenn í Ísrael. Einn þeirra er arabi og heitir Salmin Jubran. Þannig að þetta veit ég að margir hafa ekki hugsað út í eða vita af. Hér á landi, nú kem ég inn og svolítið viðkvæmt mál sem að einhver myndi nú gagnrýna mig fyrir að segja, en ég leyfi mér að segja það samt. Hér á landi er útvarpsstöð sem heitir Útvarpið Saga. Ég hlusta ofta á þessu útvarpsstöð og er sannfærður að slík stöð á mikil réttindi á sér. Það geta allir hringt þar inn og það er frjálst að segja hvað sem að hver vill að takmarkuðu leita auðvitað ekki með níðingar eða svívirðingar á persónur. En ég hlusta ofta á þessu stöð og mér finnst margar málefnilegar ábendingar hafa komið fram í þessari stöð þó ég sjálfur þurfi ekki að vera endilega sammála öllu og þannig er nú lífið, það er ekki allir sammála öllu sem við heyrum. En og ég segi nú aftur, ég einhvern tíma sagt áður, ég vil mæla að henni kristnum mættu hringja oftar þar inn og segja frá trú sinni jafnvel og hverju þeir trú á og svo framvegis og hvað trú veitir þeim í lífinu. Nokkrum sinnum hef ég heyrt sama innhringjara á útvarpssögu, takið nú eftir, sem oftar en einu sinni hefur ráðist á sjónvarpsstöðina Omega fyrir boðun hennar og þá sérstaklega fyrir þennan þátt sem þið eru að horfa núna. Sem hann hallmærir á hinn grófasta hátt og segir
bera fram áróður síónista, hvað sem það nú þýðir. Hvað er það sem hann óttast? Hann er greinilega antisemitisti sem þýðir mikil andúð og gyðingu sem hann og færir allt fyrir forráttu, gyðinga. Nú fyrir stuttu síðan hringdi hann inn og formælti Omega og gaf hann þar upp skyn að gyðingar og Ísrael fjármögnuðu stöðina, þessa stöð. Ég gat nú ekki setið aðgerðalaus og hringdi inn þar sem ég vildi róa þennan mann sem heitir Kristinn, þau verið fyrir ekki mig nota nafnas, en það heitir hann og ég gat sagt frá því að þessi stöð er ekki studd af aðeins studd af einstaklingum en ekki neinu ríki eða þjóð og er raunar eitt kraftaverk að hún skuli vera enn til í 20 ár í loftinu, allan sólarhringinn og nær nú á netinu allan heim. Þegar ég segi þetta á netinu, þá bara bæti ég því við, ef þið vitið ekki, ef þið hefur net, þá getur slegið inn omega.is og séð þættina allan, ekki bara þennan þátt heldur, alla þættina á Omega. Ég þakkaði reyndar í þessum þætti sem ég hringdi inn í. Ég þakkaði reyndar kristni þessum óvini Omega fyrir að nefna stöðuna svo oft, því að sannleikurinn er að margir hafa orðið forvitnir og hafa byrjað að fylgjast með Omega og veit nokkra sem hafa þegar byrjað að horfa reglulega á stöðuna og þennan þá og jafnvel veit nokkra sem hafa byrjað að styðja stöðuna. Þannig að jafnvel árásir og illt umtal, getur orðið til blessunar. Ég sagði við þáttastjóran að við myndum biðja fyrir kristni og leyfi ég hér með að leggja hann fram fyrir ykkur kæru kristnuvinni sem bænarefni. Segir ekki Biblían okkar að við eigum að biðja fyrir þeir sem að ofsækja okkur og blessa þá sem við eigum að biðja fyrir þeir sem ofsækja okkur og blessa þá jafnvel sem bölva okkur. Það sem Kristinn og aðrir sem formæla Ísrael er að Palestínmenn séu ofsóttir og þurfa að líða miklu kvali í óréttlæti Ísrael, segir hann. Svo er oft hægt að segja þetta, kæru vinir, takið eftir, svo oft er hægt að segja þetta að Palestínmenn líði svona svakalega mikið og eigi svona erfitt í landinu Ísrael, að almenningur er farin að trúa þessu. Ég hef haft þau forréttindi að hafa verið í Ísrael eins og ég sagði hann 32 ár og stundu tvisvar ári. Ég hef búið meðal Palestínumanna, Palestínu-Araba og hef unnið þar með þeim meðal annars í ferðarþjónustunni, eins og ég sagði. Ég fullyrti það, ég hef fullyrt það og mun halda því áfram að fullyrta það. Og ég vil endurtaka þetta og kæru vinir, ég vil endurtaka þetta að taki vel eftir því sem ég segi núna. Arabar í Ísrael hafa það hvergi í nokkru Arabalandi eins gott eins og í Ísrael. Ég ætla að segja þetta aftur. Arabar í Ísrael hafa það hvergi í nokkru Arabalandi eins gott og í Ísrael. Þeir hafa sömu réttindi og aðrir þegnar, sjúkrahjálp, atvinnu, trúfrelsi. Margir þeirra hafa notið kennslu í hebreska háskólanum í Jerúsalem og mér er kunnugt að það eru 40-50 stór sjúkrahús á landsvæði svo kallar Palestínumanna. Það eru mjög margar heilsugæslustöðvar. Þeir hafa nákvæmlega sömu réttindi og aðrir íbúar þessa lands. Palestínu-Arabar vinna til dæmis á öllum stærstu hótelum í Jerúsalem. Bara ekki í Jerúsalem, heldur bara í alls Ísrael. Það eru Arabar sem vinna á öllum stærri gistiheimilum í Ísrael og í annarri þjónustu á þessum hótelum. Flestir leigubílstjórar til dæmis og strætisvagnabílstjórar eru Arabar. Þó þeir tali mjög góða hebresku, þeir eru Arabar. Ég geti þannig talið mörg og fleiri störf sem Arabar vinna þar. Örugglega eru einhverjir sem að vilja mótmæla þessu, mér er alveg kunnugt það, og segja þetta sé ósannindum. En yfirleitt þeir sem segja þetta og hafa verið í Ísrael, þeir vita betur. En þeir líka sem segja þetta og aldrei hafa verið í Ísrael, þeir tala hvað hæst þetta, rangnefni. Ég fullyrði að þetta sé satt og ég veit að þetta er satt. Mér langar að komast aðeins ef ég hef tíma til að komast inn á annar efni sem hefur verið mikið umtalað í fjölmiðlum og líka útvarpi sögu og annar staðar. Það hefur verið mikið flóttamenn sem koma frá öðrum löndum til Íslands og það er nú margar misjafnar skoðanir sem menn hafa á þessum flóttamönnum. Mér langar að segja svo kölluðu flóttamönnum. Margir þeirra koma hingað vegabréfslausir, þeir koma hingað myndir ólíkum formerkjum og jafnvel smygla sér og öðrum inn í landið. Þetta er staðreynd, við vitum þetta.
En það sem vekur athygli mína og margra annara, það að ef svo það sem að óvinir Ísraels hafa sagt Palestínumenn Ísrael, þá langar mig til að spyrja ykkur, heyrið þið nokkuð tíma talað það að palestínskir flóttamenn frá Ísrael hafi komið hingað til Íslands? Ég ætla að endurtaka þetta. Hafið þið nokkuð tíma heyrt talað það að palestínskir flóttamenn frá Ísrael, sem margir segja að hafi svo slæmt, að þeir hafi komið hingað til Íslands? Nú eins og ég heyri einhvern segja, jú, þeir vita 2 personur á Akranesi. Ég þekki það mál mjög vel og hefur rannsakað það mál mjög vel einnig. Þessar personur á Akranesi sem komið hingað undir nafninu flóttamenn frá Palestínu hafa aldrei verið í Palestínu. Þær komu sem flóttamenn eða konur frá Írak, þar sem það hefur verið í flóttamannabúðum frá fæðingu. Það eru 3. kynslóðin sem fór frá Ísrael 1948, takið eftir. Þetta dálítið athyglivert og ég vonaði að hugsa vel þetta. Og hvers vegna, ef að Palestínumenn hafa svona slæmt í Ísrael, hvers vegna flýða þá ekki? Hvers vegna flýða ekki frá Ísrael? Hver getur flúið, segir þú? Jú, þeir getur flúið til Egyptalands, þeir getur flúið til Jórdaníu, þeir komist þaðan víða út allan heim. En af hverju bara flýðar ekki til annarra arabalanda sem eru mjög ríkustu lönd í heimi? Það eru mörg arabalöndin. Af hverju flýðar ekki þangað? Ég legg þessa spurningu fram og það dálítið athyglivert að hugsa þetta mál og fyrir hvern sem hvers vegna þetta og hvers vegna koma þeir hingað sem flóttamenn, og yfirleitt þetta múslimar sem koma hingað. Og já, við höfum núna í dag, ég teka einu sinni enn og aftur fram, þessi stöð ekki að berjast gegn múslimum, alls ekki. En við komumstum ekki hjá því hér á Íslandi að sjá hvað að ske hérna. Það eru 700 skráðir múslimar á Íslandi, rúmlega 300 þeirra, helmingur þeirra, helmingur þeirra, þeir eru ósamála hver öðrum. Þeir eru farnir þegar að berjast innbyrðis og þeir skipta sér í 2 hópa þegar áður þeir hafa fengið Moskvu eins og þeir vilja fá og fá hana eflaust. Hér ríkir líka trúfrelsi á Íslandi. En ég tel mig vita nokkuð rétt að moska múslima í heiminum ekki bara bænahús, hún líka félagsþjónusta og það mikið notað áróður í henni á sérstaklega gyðinga og bandaríkjamenn og þeir eru fordæmdir allt illa sem hægt að gera þessum heimi. Mér kunnugt þetta líka til dæmis í skólum múslima í Ísrael, til dæmis á Gazasvæðinu og annars staðar. Það börnum kennt alveg frá 3, 4, 5 ára gamlum að hata Ísrael, að hata gyðinga og bera vopn, ég vil gervibyssur og annars slíkt, en ganga í einhverjum hergöngum til þess að æfa þau upp til þess að hata. Þetta heyrum við ekki hjá varnarliði Ísraelsmanna né annarra landa í raun og veru. Þetta nú staðreynd samt sem áður. En eins og ég segi aftur, ef þeir hafa svona slæmt, hvers vegna flýja þeir ekki landið? Já, þetta spurning og ég legg hana bara fyrir ykkur að hugsa málið og sjá að þessar sagnir að þeir hafa svo slæmt í Ísrael eru ósannar, virkilega ósannar. Ég hef verið að fá bréf núna rétt áðan frá póstinum það sem að Palestínumenn að koma og ég vil til heimsóknarkingu til Íslands og ég mun hitta nokkra þeirra og þeir eru til Bandaríkjanna reyndar í heimsókn og fara aftur til Ísraels. Þannig að þetta bara ósatt, virkilega ósatt og þetta leikur sem að óvinir Ísraels hafa leikið í gegnum langan tíma og hér eru ákveðin nöfn sem ég ætla ekki að nefna þekkt nöfn innan svo kallara vína Palestínumanna sem hafa ráðist á, ekki bara ómega en þeir hafa ráðist á fréttaflutning sem að segir eitthvað jákvætt Ísrael. Þeir bera fram mjög ósannar og rangar hugmyndir sem eru komnar inn í fólkið. Nú finnst ykkur núna ef til vill þessi þáttur sé eitthvað mjög pólitískur. Já, hann það í raun og veru. Sko, pólitík ekkert rangt í raun og veru. Stjórnmál ekkert röng í raun og veru. Þá myndi einhver segja svona, já en Ólaf, Ísrael í dag á þetta ekki vera bara kristinn þáttur. Ég ekki alveg viss það að ég vera bara kristinn þáttur. Auðvitað þátturinn byggður upp á kristnum grundvelli og þegar ég segi það byggður upp á kristnum grundvelli þá trúi ég því að ritningarnar hérna að þær segi frá
ýmsu sambandi við Ísrael. Og hvað er það sambandi við Ísrael? Við trúum því að upphaflega, bara í fyrstu bók af Biblíunni, Mósebók til dæmis, þar talaði Drottinn hefur talað við Abraham að yfirgefa landið þar sem hann var staddur og fara til fyrirheits lands sem hann mun gefa þeim, honum og afkomendum þeirra til eilífrar eignar. Þetta loforð var gefið Ísak og Jakob sem eru afkomendur Abrahams. Þetta fyrirheit hefur gengið gegnum þjóðina öll þessi ár. Fyrirheitið landið og þeir eignuðust landið og takið nú vel eftir þess ég ætla að segja. Ísrael var ríki gyðinga fyrir 3000 árum síðan. Nú hygstar einhver, ég segi svona, fyrir 3000 árum síðan þegar Davíð konungur nam þetta land og kallaði borgina Jerúsalem, það var árið 1004 fyrir Krist, fyrir okkar tímatal. Þá var það. Svo aftur á móti vitum við það að eftir árið 200, 300, þá var gyðingum meinað að búa í borginni Jerúsalem. Þeir byggu reyndar öðrum stað í landinu í öll þessi ár en stærstu hlutin flúði til annarra landa. Og Biblían, þessi ritning, hún segir okkur frá þessum flótta. Þeir bara lesi ritningarna virkilega, kæru vinir. Lesi Sakaríabók sérstaklega um þetta og Jesaja, Jeremía 30, 31, 33. Þar segir frá þessu, bæði frá þegar verða yfirgefa landið og eins líka þegar Drottinn leiðir á aftur til fyrirheitna landsins. Það er líka sagt frá þessari bók. Og það er líka sagt að landið með að fæðast að nýju, endur fæðast í raun og veru. Og við trúum því, sem trúum þessari ritningu, við trúum því að það hafi skeð í árinu 1948, jáfnvel 14. 15. maímánaðar. Nú, það hefur ekki verið friður eins og ég sagði í þessu landi síðan, en það hafa árásir á sér stað og enda munu þeirra eiga sér stað áframhaldandi. En þetta er trú okkar og ég get til dæmis bara flytt á einu stað í ritningunni sem kemur í hug mig núna. Það er til dæmis sagt í bók sem heitir Amos. Punktið þetta niður hjá okkur ef það er ekki með Biblíuna. Það stendur í Amos í 9. kafla. Hann segir, það segir svona, á þeim tíma, það er að tala um endurreisnina, það er að tala um þegar þjóðin er leidd aftur inn í landið. Það stendur, þess að Drottinn segir þetta fyrir heila landa. Mun ég endurreisa hérna fjöllnu tjaldbú Davís. Ég mun hlaða upp í veggskörðin og reisa hann úr rústum, gjöra hann upp aftur eins og var fyrir meir, til þess að þeir nái undir sér leifum Edoms og öllum þeim þjóðum sem nafn mitt hefur verið nefnt yfir, segir Drottinn. Sá er þessum mun til vegar koma. Og svo segir hann, sjá þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að erjandinn skal ná kornskurðamanninum og víntráslumaðurinn sáðmannum. Þá munu fjöllin löðra í vínberilegi og hálsarnir verða í einu flóði. Þá mun ég snúa við högum lífs míns Ísraels. Þeir munu byggja upp einar eittu borgir og búa í þeim, planta víngarða og drekka vín úr þeim, búa til aldengarða og eta ávistu þeirra. Ég vil gróðursetja þá í landi þeirra, Ísrael, svo að þeir skuli ekki framar upprætti verða úr landi sínu, því ég hefi gefið þeim, segir Drottinn Guð. Nú, auðvitað ræður þú, eða þið hvort þið trúið þessu, en við sem trúum þessum spádómi hérna, við sjáum þetta hafa ræst í okkar kynslu, okkar tíma. Nú hafa þeir komið til landsins og ég hef séð með eigin augum, öll þessi ár sem verið þarna, landið blómgast upp, eyðimörkina blómgast. Það eru bananatré, það er baðmöllarækt, það er vínberarækt, það er gífurlega mikil rækt og ávaxtarækt og ávaxtur eru það miklir að þeir eru sendið til annarra þjóða og grænmeti og við meira sér hingað til Íslands. Við getum keypt það jafnvel í búðum okkar hér á Íslandi, frá Ísrael, út allan heim. Þannig að, já, ég trúi þessari ritningu, ég viðurkenni það, en eins og ég oft sagt áður og segi kannski ennþá í þessu þætti að ég skil ekki allt í ritningun, en það sem ég skil og það sem við myndum orða sem að Guð hefur leyft okkur að skilja, það segjum við. Og það er líka markmiðið með þessu þætti að við eigum ekkert að þegja. Við eigum ekkert að þegja, alls ekki. Það er ein spurning sem ég lofaði að svara hérna, sem ég sagði í byrjun. Eins og ég hef fengið nokkuð bréf og þakkir og svo framvegis. Til dæmis ein spurning núna sem að ég vil svara. Það spurningin, er ekki rétt, Ólafur, að það væri til friðar að skipta Jerúsalem meðal Araba og Gyðinga í austur og vestur? Þetta er spurning.
Og það var margir komið með þessa hugmynd, þessa spurningu og jafnvel arabar, jafnvel margir hverjir sem að vilja skipta Jerúsalem í austur og vestur og stofna að austur Jerúsalem verði höfuðborg Palestínu. Nú það auðvitað ekki hægt nema að verði til ríki sem heitir Palestína. Sjálfsögðu þá ekki til að hafa höfuðborgin innur ríki sem ekki til þar. En allavega spurningin hún fjallan meira þetta, verður ekki friður með því að skipta Jerúsalem meðal araba og gyðinga, vestur og austur Jerúsalem. Og svar mitt bara eitt stórt nei. Nei og aftur nei. Nú það náttúrulega ekki nóg að segja bara nei, ég verð þá að skilgreina hvað ég á við. Við höfum reynslu, eins og ég sagði það, í 19 ár. Þegar Jórdanir hertóku Palestínu, þá hertóku líka helmingin af borginni Jerúsalem. Og þar höfðu þeir landamæraverði og girðingar, þannig að hvorki gyðingar, né ferðamenn, né aðrir gáttu farið yfir í austur Jerúsalem. Og í austur Jerúsalem eru til dæmis helgustu staði gyðinga, eins og svo kallar vestumúrin eða grátmúrin. Það og musterisvæðið helgistaður gyðinga. Nú og svo margir helgistaðir kristnu til dæmis, það Olíufjallið og það Getsamani garðurinn. Það kirkjur, margar stóra kirkjur og sem að minna á kristendóm. Þangað gátu kristnir eða gyðingar ekki farið í 19 ár frá vestur Jerúsalem. Hvernig fóru þá kristnir sem ég veit að fóru til austur Jerúsalem, hér frá Íslandi? Þeir fóru til Jórdaníu og það var hægt að fara yfir til austur Jerúsalem. Þegar Jórdaníu stjórnuðu Palestínu, sem kallar Vesturbakkann og austur Jerúsalem. Ég veit að sumir kvikna nú við þegar ég segi þetta og fara að hugsa málið. Þetta nefnilega alveg rétt. Og var þá friður? Nei, alls ekki. Myndi verða friður ef að aftur þið austur og vestur Jerúsalem skipt? Örugglega ekki. Eitthvað sem ég get bent á sem að sannar það? Já. Árið 2007 þá voru gyðingar sem bjuggu á Gazasvæðinu. Þeir voru reknir þaðan. Það var fyrirgefið árið 2005. Það voru 8.000 gyðingar sem voru reknir frá Gazasvæðinu. Þeir eru búið þar 30 ár og yrkt jörðina, en þeir voru reknir bókstaflega burt í eyðimörkina. Og hver gerði þetta? Ariel Sharon, sjálfur forsætisráðherra Ísraels. Og hvers vegna gerði hann þetta? Vegna þess að það hefði verið stöður ófriður á Gazasvæðinu milli araba og milli gyðinga sem áttu heima þar. Svo hann hélt að það myndi nú verða friður ef að gyðingarnir færu frá Gazasvæðinu árið 2005. Hvað hefur skeð? Það hefur aldrei verið jafnmikill ófriður eins og eftir þetta frá Gazasvæðinu. Á Gazasvæðinu geta sjálfsögðu ekki gyðingar komið þar. Mjög erfitt fyrir ferðamenn að komast þangað líka. Nú tala þetta með hvað gyðingar mega og mega ekki. Menn ofta að tala að gyðingar hafi landamæri verði hingað og þangað og arabar eða palestínumenn mega ekki fara yfir til Ísraels og framvegis. En hvernig það öfugt? Gyðingar mega ekki fara til Betlehem. Gyðingar mega ekki fara til Jerikó. Gyðingar mega ekki fara til Jenin, menn ég. Gyðingar mega ekki fara til Kalkita. Og þannig geti ég talið marga fleiri staði upp. Nablus, mega heldur ekki fara þangað, heldur ekki til Ramallah. Það eru margir staðir sem eru einangraðir sem gyðingar mega ekki fara inn á. Nú í sambandi við að arabar fá ekki innfara til Ísrael, svo eru landamannaverðir þar. Arabar fá allir að fara inn til Ísraels, en þeir verða að ganga gegn spurninga hvers vegna. Þeir verða að sýna að þeir hafi leyfi til að fara þangað og þeir verða að kanna, landamæri verða að kanna hvort þeir séu með vopn eða ekki vopn. Því að markmið margra þeirra að útrýma og sprengja upp. Og bara veitingastæði, strætisvagna og ýmislegt sem ég hef orðið vitni að persónulega og sér. Þetta hefur minnkað gífurlega mikið vegna þess að landamænaverðir passa að þetta geti ekki orðið aftur. Nei, með öðrum orðum, ég á móti því að Jerúsalem verði skipt aftur. Ég trúi því að það verði mesta blessunin yfir, ef hægt að segja svo, að palestínumenn sem búið þarna, að þeir sem að ég veit, þeir hafa það mjög gott og þeir vilja ekki fá stjórn muslima inn í landi þó að þeir sjálfur séu muslimar. Þeir vilja margir hverjir verða þegnar Ísraels ríkis
og ég hef sagt það hér áður í þættinum og ég endursegi það nú, að það eru vikulega raðir af palestínumönnum, ég sé eftir svoköllum palestínumönnum, þeir bíða eftir að komast inn til þeirra stofnana í Jerúsalem sem að veita þeim réttindi til að vera þegnar í landinu. Þetta erfitt fyrir þá á mörgu sviði, ekki bara vegna Ísraels, heldur vegna þeirra eigin manna. Þeir eru kallað svikarar og þeir eiga eftir jafnvel möguleika hefndum frá sínum eigin mönnum með því að vilja vera þegnar í Ísrael. Nú ég glemdi nú að segja áðan reynga frá því að það er ekki bara Ísraels palestínumenn í þinginu eða arabar í Hæstarétti, arabi í Hæstarétti heldur eru líka kristnir arabar í varnarliðinu í Ísrael. Það eru líka arabar. Þannig að ég held að það hvergi nokkuð staðar eins mikið lýðræði í araba heiminum eins og í Ísrael, kæru vinir. Ég segi þetta og ég segi þetta aftur og aftur. Og þessu þætti fer nú að ljúka, en ég vil gjarnan bara biðja ykkur, kæru vinir, að lesa nú að sjálfsögðu ritningarna sem fjallar Ísrael, en líka bókstaflega eða möguleika að fara til Ísrael. Það er ekkert svoðalega dýrt að fara þangað. Núna til dæmis síðast í septembermánuði, miðan september þangað til miðan október, mjög erfitt að komast þangað sem vélar allar fullar af ferðamönnum til Ísrael, takk eftir því. Vegna þess að einn svokallar Laufskálahátíð, hún á sér stað í Ísrael síðast í septembermánuði og í 7 daga og það er yfirfullt á hótelum í Ísrael á þessum tíma, hótelum í Jerúsalem og gífurlegur fjöldi ferðamanna sem kemur þangað árlega, fleiri milljónir sem koma þangað árlega. Kæru vinir, farið bara á netið, kynnið ykkur hótel, verð og ferðir og svo framvegis. Þið megið líka hafa samband við mig að þið vilji, ég get gefið ykkur upplýsingar, þó ég fari ekki sjálfur með hópað þangað, en ég þar oft og get tekið á móti einstaklingum eða litlum hópi ef til vill, en kannið þetta mjög vel. Nú svo tölum við Laufskálahátíðina, þá voni ég ef til vill að ég geti haft annan þátt hér seinna mér sem að ég legg þá áherslu á Laufskálahátíðina. Jafnvel að hátíðirnar allar, en sérstaklega Laufskálahátíðina vegna þess að hún verður hér líka á Íslandi. Við höfum haft hann í síðastliðin 4 ár og það verður í 5. árið núna sem við höfum hana núna 7. október, laugardaginn 7. október í húsakynnu Samhjálpar og þar verður mikið lofgjörð, það er lofgjörð í söng og í dansi og veitingar hafðar, kostar ekkert inn. Ég kem til með að segja frá þessu seinna meir og eins í fréttablöðum og þannig ég held að ég hætti þessum þætti núna en bið ykkur alls þess besta og eins og ég enda yfirleitt þátt með að ég bið náttúrulega Drottinn Guð að vera með ykkur öllum og ég þakka fyrir þá sem stjórna þessari stöð hér á Omega að við skulum hafa þennan þátt og fengið að hafa þennan þátt svo lengi. Búin að hafa núna í 13 ár, ég hef lengi sagt 12 ár, nú komið 13 ár sem þáttur hefur bókstaflega verið í loftinu. Í flestum tilfellum hef ég verið þáttastjóri en ekki öllum, en þátturinn hefur sjálfur verið hér í 13 ár. Og hvað lengi, ég vona að hann verið bara mjög lengi reyndar og óska ykkur alls þess besta. Að endingu, þá vil ég segja eins og ég enda þess að þætti alltaf með. Shalom, sem þýðir friður á hebresku og salam, sem þýðir friður á arabísku og svo óska ég ykkur friðar, sanns friðar, eins og Jesús sagði sjálfur, þenn minn frið gef ég yður, ekki gef þér eins og heimurinn gefur, hjartað skelfist ekki, með trúið á Guð og trúið á mig. Þetta eru orð Drottins og þetta eru líka orð mín hér til ykkar. Guð bless ykkur. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צור